Tómas Rasmus lætur ekki fötlun sína koma í veg fyrir að hann geti stundað golfíþróttina en þessi réttæplega 70 kylfingur nýtur þess að elta golfboltann nánast á öðrum fæti. Hann misti stóran hluta af hægri fæti fyrir nokkrum árum og með gervifót frá Össuri. Við hittum kappan og Hlíf konu hans á Spánargrund, nánar tiltekið í golfferð með Vítagolf á golfsvæðinu Ísland 10. Við fórum 18 holur með þeim hjónum og ræddum svo saman að loknu golfi. Já, hvað að taka svona þreyttar kúlur sem með reynslu. Það verið í baði hérna áður. Akkur? Hún með reynslu sko. Hún hefur verið í baði hér áður þessi. Þannig að ég ætla að gefa henni sko annað líf. Og hún var sko skemmtilega mest bleikur. Þannig að það getur kannski spila eins og konu og ekki verið að reyna að spila með tippinu. Æja Tómas, hvernig var golfið í dag? Skemmtilegt. Það alltaf svo gaman í golfi. En ég ákvað að velja mína bardaga og sleppa svona erfiðum brekkum og hólum. En annars gekk bara nokkuð vel. Tómas, ég fekk að spila með þér 18 hólur í dag sem ákaflega skemmtilegt. En þú ert í rauninni bara á annarri löppinni. Þú ert með svona, lítinn hluta af lærinu eftir og ert með gervifót, eins og það heitir það ekki. Hvernig að spila golf svona? Sko, ég var að læra þetta svolítið upp og nýtt. Og mér dreymdum að spila golf þegar ég misti fótinn. Því þetta var eina af mínum ástríðum. Ég hafði gaman af skák og bridge og svona alls konar hugleikum og borðspilum, en út í vesinni var golf sko, eða göngutúrar. Og svo þetta bara farið, löppin farin og svo það þannig að ég kom í endurhæfingu á Grensás haustið 2016 þegar að fara að máta með fót og Össur mætti bara strax 4 dögum eftir skurð að tekka á hvernig var þetta að festa við með fót. Svo fer ég á Grensás og við erum að gera þar alls konar skrýtnar æfingar, ég og nokkur aðrir aflimaðir, margar skemmtilega sögur til af því. En mér fannst þetta ekkert skemmtilegar æfingar, svo ég segi við sjúkraþjálfarann minn, má ekki æfa eitthvað skemmtilegra en þetta. Og hvað meinarðu? Til dæmis golf. Golf? Hvað gera við golf hér á Grensás? Ég sagði, sko, það verður að vera það gaman og maður hafi ástríðu til að hreyfa sig. Svo mætti ég daginn eftir með púttmottu og púttera. Setti þetta upp í vegg, fór að reyna að pútta. Tilbúin að stimma við vegginn að ég myndi detta. Þá kom Inga, vinkona mín, sjúkraþjálfarinn minn að mér og sagði, Tómas minn, gera minn svona í golfi? Já, nema grasið svolítið betra, ekkert svona plastgras. Ég meina, hafa þeir vegg til að stiga sig við? Nei, þeir hafa ekki vegg til að stiga sig við. Og dró hún mottuna mín út á mitt golf og sagði, hentu nú hækjónum og komdu og púttaðu. Ég hökti með pútterinn, var að reyna að treysta löppinni út á mitt golf og byrja að stilla upp. Þá segir Inga, sko þú setur hann ekki, þá skrúfaðu löppinu og lemmi með henni. Ég var hann alveg skjálfandi og ég sett hann og ég var ekki lamin með löppinni. Svo ég fór að hugsa, já það eru fleiri fatlaðir sem hafa kannski gaman að þessu. Ég hélt golfmót páskana 2017 fyrir fatlaða á Grensás. Það var púttkeppni, 27 keppendur, sumir bara í hjólastólum en allir reyndu. Það var mikið gaman og menn fengu alls konar aukastig fyrir tilþrif og svona, þannig að þetta var svona ekki alveg farið eftir golfreglum. En ekki verið hlegið eins í marga mánuði á þessum stað. En ég fór að hugsa, kannski get ég farið aftur í golf. Ég get allavega púttað, ef það er ekki mikill vindur. Og ég sleppti 2017 í golfi en byrjaði aftur 2018.
Þá skráði mig í klúbbinn minn gamla GKG. Fór að reyna að æfa mig í herminum og það var svona svolítið basl. Ég vissi ekki hvernig ég ætti að haga mér því að ég gat ekki alveg treyst á hægri hlutan. Ég fekk svo litla spyrnu út úr hægri hlutanum. Og þó ég heiti Tómas Rasmus, sko, það vantaði svolítið því að rassinn fengi það sem hann vildi. Það gefa mig kikk þegar ég var að skjóta. Og þetta var svona frekar álappalegt. Og kemur Úlfar Jónsson þarna, súpergólfarinn okkar í GKG og hann setti mig í gang sko 2010 þegar ég var að byrja í golfi. Og hann segi, Tómin, ertu að reyna að golfast? Já, ég er að reyna að golfast. Mér átti bara að kenna það. Nei. Ég get ekki sinnt þegar ég er bara á mikið að gera á mér sko. Landsliðs einvaldur og alls konar og ég mætti í herminn dag til dag og reyna eitthvað og svo kemur hann að mér og segir, ertu ennþá að reyna? Já, ok, ég skal koma og kenna þér aðeins. Svo við fórum að prófa hvað ég geti tekið langa aftursveiflu á þess að missa jafnvægið. Þannig að þetta er sem sagt að dreyma einhver löng högg bara úr sögunni, en kannski 120, 130, 150 á góðum degi, það er bara gaman. Þannig að ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því að skjótunum svali hér á Íslandi á einhverjum sumarhúsi eins og ég gerði hérna fyrir 7 árum. Þannig að það er allt saman skríður eftir jörðinni og enginn í hættu. Og hvenær gerist þetta sem að þú fer út á golfvöta? Ég fekk gervifótinn haustið 2016. Þá var ég bara högt og reyna að pröfa þetta. Nú er ég komið versjón 5 af þessu hjá Össuri og þeir eru búin að þróa þetta stöðugt. En málið er það að maður rýrnar svo oft. Og sko fyrstu mánuðina rýrnaði stubburinn mjög mikið. Alls konar svona dót í þessu eftir uppskurðinn sem þurfti að fara burtu og svo þeir steyptu svona bikar utan um mig. Hann var orðinn allt of víður eftir nokkra mánuði. Steyptu nýjan bikar og hann var orðinn allt of víður eftir nokkra mánuði. Svo var það hérna að ég kom með þess að nýja fítus hér sem er sem sagt svona bikar sem er eiginlega one size fits all. Þá er ég festi í silikónhursu á stúfinn, hún er skrúið hérna niður og síðan er við svona sveif sem herðir aðeins og laufblað sem herðist utanum. Það er bara stilt með sexkantur þrýstingurinn á vera á því. Það heldur miklu betur og auðvelt að breyta, það er ekki að steypa nýja dollu. En hérna 2021 í janúar þá tók ég ákveð að spara mér svolítið í ákveðinni drykkju, til dæmis á pilsner og því sem er svona pínlítið sterkara og ákveð bara að vera í vatninu og teinu og svona. Þá rýrnaði stubburinn svo mikið. Svo ég mæti upp í Össur og segi, hvað getið þið gert strákar til að laga þetta? Hvað hefur komið fyrir þig? Þú búinn að rýrna alveg halvan líter eða meira. Ég hætti að drekka ákveðna drykki. Ertu brjálaður, drengur? Maður hættir því ekki. Hvað er þetta kosti fyrir ríki að vera að steypa nýja dollahandar í hveskitið sem allar að slaka á? Svo fekk ég þessa one size fits all og það munar öllu. Og ég fekk hana bara fyrir viku síðan, kannski 10 dögum, þá fekk ég þessa nýju útgáfu sem er þannig að hún passar mér akkurat. Þurfti að vísa að setja á svona cirka tommu upphækkun svo ég myndi geta ekki notað þetta. Og þá er það svona cirka lilliputtinn sem er á milli nárasinnar og dollunar. En gamla var komin alveg upp í nárasinn og það var ekki gott. Því að það er svolítið erfitt að safna siggi á sininu hana. En í svona miklum hita eins og hér, þá er helsta vandamálið að ég svitna. Og þá losnar allt dótið og þá þarf ég bara að eyðileggja dresskótan á vellinum og fara afsíðis og hérna laga stúfinn og þurrka þetta og losa vökvann? Já, hell úr þessu. Það var alveg bara í 2 tommu sem fór á hann úr dollunni. Hvað ertu búinn að vera að spila mikið heima? Ég er búinn að reyna, ég var í GKG frá byrjun og svo 2017, 18 og 19.
og 20. Skipt svo í Mosóklúbbinn 21 og 22 og ég reyndi mikið að spila vellina þar. Svo alltaf vandamáli að hafa bíl, sko. Ég get ekki spilað nema ég geti haft bíl og ég má ekki spila ef má ekki nota bíla. Kannski út af veðri. Svo þetta spurning vind. Ég ræði ekki við mikið meir en 10 metrar á sekúndu því þá ég bara fókin koll. Ég kannski reyna að púta í 10 metrum á sekúndu og held að púturinn sé hægjan mín. Það ekki nógu gott því þá þarf maður að hafa skrokkinn til að koma sveiflunni af stað. Þá má ekki vera mikil en púturinn á bara að fljóta létt ofan á grasinu, sko. En þannig ég þarf að velja mér tíma eftir vindi og veðri og svona og helst ekki mikla bleitu. Þannig að þetta ídeal hér á Íslandi, já. Elska þessa velli hér. Einu vandamál hitinn sem kannski ekki vandamál á Íslandi. Þannig að Mosó þín vellinir í Mosfellsbæ, þínu heimavellir í dag? Já, ég vona bara að fara að bjóða på bíl í Bakkakoti, sko. Því að annars get ég ekki nýtt með Bakkakotið. Hvernig, hvernig finnst þér að ganga? Sko, þetta var svo fyndið í byrjun þegar ég fekk fót. Menn voru að segja gangi vel, ganga hvað? Já, gangi vel, já, ég að reyna að ganga, ég geng ekkert vel. Ég var sem að taka þátt í Fíflagöngu, hún alltaf haldin í London einhvern tíma í febrúar. Þess að menn labba yfir einhverju gangstíg, þvert yfir götu, reyna að labba asnalega. Ég þarf ekkert að reyna það, ég labba svolítið asnalega. En svo ég minnst aftur á Grensás, þá var hún Inga mín sjúkraþjálfarinn sem kom mér á lappir. Hún sagði, Tommi, þið getur ekki labbað betur. Þá neita ég að þekkja þig. Þannig að Inga mín, þú sér þetta, ég labba miklu betur en þá. Og það koma pör og ágætis höggin á milli, við urðum vitna því í dag. Já, við vorum náttúrulega 2 pör að spila. Svo ég og Hlý mín urðum að reyna að ná pari og þú og Ásdís þín urðu líka að taka pör. Tókstu ekki fugl? Hvernig þið voruð að spila saman áður en þú veikist. Já. Og hvernig var þetta fyrir frúna? Sko, þetta eyðilagði svolítið hennar húmor fyrir golfi. Að þurfa allt í einu að fara að hugsa einhvern fatlaðan gaur þurfa að spila golf. Það alveg nóg með checklistan sinn. Sveifluna og allt vesenið. Þá maður þurfa ekki að hugsa einhvern sem að högt á hækjum og gæti hugsalega dottið á skallan einhvers staðar. Þannig að það náttúrulega stressandi fyrir hann að hugsa mig kannski á einhverjum bakka á einhverju vassbrún eða eitthvað og taka einhverja klikksveiflu og þannig að bróðir minn Hugo sem spilaði líka með okkur mikið, hann setti á reglu á okkur á Leirdalnum. Tommi má aldrei fara metri nær vatni, aldrei meira en 2 metra frá vatni þegar hann sveiflar. Og þá eru bara að droppa aðeins utar og breyta aðeins gólfreglunum. En ég hef farið í Blika Open, keppt þar með lélegum árangri. En var ekki neðstur, þannig að það kannski sigur fyrir þetta. Easy par. Æðislegt. Fallegur skolli. Vel gert. Takk fyrir. Ertu að spila mikið með sama fólkinu eða ertu ófeimið við að fá okkar að félaga? Til ég að spila með hverjum sem í sjálfu sér en þetta truflar aðra. Svona brölt og ég var einhvern tíma rekinn og skammaður ákveðnu velli hérna. Ég vil ekki segja nafnið á þessum velli en það var sérst á Íslandi. Ég labbaði á hækjum upp á grín, lagði svo hækjurnar frá mér. Svo kom allt í einu ræsir og fór að skamma mig fyrir að leggja hækjur á grínið. Ég horfði á hann og sagði, ef ég væri 200 kíló tutti, myndi styðjast upp púturinn minn, ég myndi gera miklu stærri hólu. Hann var bara reiður, sagði ég mætti ekki skilja hækjur eftir upp á gríni. Nei, ég ætla líka aldrei að spila hann völl aftur. Það er nóg öðrum völlum til að spila. En það er ekki allir með umbrúlindi fyrir þessu og
helst þarf ég að keyra golfbílinn nánast upp á teig. Því að það eru mikla brekkur þá er maður bara búinn. En hins vegar ég séð fatlaðan mann spila flott golf og það er Helgi Sveins, spjótkasturinn okkar, hann er rosa golfari. Við tókum eitt hring í fyrra sumar með Össurgæjunum og að sjá hennan gutt að taka 250 möta á bombur og svo bolti var týndur og var hann fyrstur út í móa að leita og engar hækjur eða neitt. Ótrúlegt. Hann er alveg magnaður. Hann er mitt ædol í þessu. Ég vil vera eins og Helgi Sveins. Nema ég misti vitlausan fót. Hann misti vinstri, ég misti hægri. Ég held að sé betra að hafa hægra hliðina fyrir sprengjuna til að ná að bomba. En svo kannski þarf maður að sætta sig við að maður sé að vera 68 ára. En svona fljótlega eftir að þú veikist og gengur í gegnum það og varstu svona eitthvað að hugsa golf? Svona fyrst og eftir? Ég fór bara í bóklegt. Já. Glápa, horfa á kylfing og alls konar. Stútur á netinu og spila alls konar leiki og ég hugsaði, ég verð að komast í golf einhvern tímann. Ég vissum að þetta væri hægt að einhverju leyti og ég var bara að sætta mig það. Ég var ekki góður fyrir, en er ennþá lélegri núna. Ég get samt haft gaman að þessu. Hvað varstu með í fórgjöf áður en veiktist? Ég held ég var með 24, 25 eitthvað. Svo ég baða bara í GKG að skrúa með þessu upp. Svo það væri eitthvað vit í þessu. Ég er í 36 núna. Hversu mikilvægt er fyrir það að komast í golf? Þetta bjargar minlega andlegu heilsu, gjörsamlega. Ég er búinn að vera að kenna í vetur í skóla í Mosfellsbæ, Helgafellsskóla, yndislegur skóli. En ef það kom upp einhver neikvæð tilfelli, einhver leiðindi og eitthvað vesen, þá hugsa ég bara, já, er ég ekki að fara á Íslandíu páskana? Já, þá er þetta ekki issue. Og ég hugsa bara, já, ég get farið í golf í sumar og ég klára hann vetur og stytta hann aðeins núna með að vera hér. Hvað varst að kenna í vetur? Ég var ráðinn svona sem skákkennari hjá þeim og svo aðeins að kenna eðlisvísindi. En annars er uppáhaldið mitt að kenna bara stærðfræði, ég er búinn að gera það í áratugi. Alltaf verið með eðlisfræði mig og efnafræði smá. Og skákinu hefur verið aukabúgrinn. En núna er ég bara munstrað sem skákkennari. Það hefur aldrei gerst fyrir. En skák og golf eiga margt sameiginlegt. Það er þessi andlegi þáttur. Algjörlega. Þú verður að hugsa hver skref. Þú verður að hugsa nokkra leiki fram í tímann. Og í raun og veru allt sem þú gerir, hvað sem íþróttin er, það hefur áhrif. Og þú verður aðeins að vera tilbúin að taka afleiðingum þeirra áhrifa sem verða. Og það er svolítið magnað með skákina til dæmis að þú ert að læra að lifa með eigin mistökum, alveg eins og í golfinu og hafa þolinmæði til þess að reyna og hugsa dýpri en andstæðingurinn og í golfinu þarftu að hugsa hvernig þú ætlar að staðsetja þig og allt það. En ég gleymi því aldrei að það var 2009, kortur eftir hrun, þá vorum við að fara á Norðurlandamóti í skák með gamla skólanum mínum Salaskóla. Það var eitt yndislegasta moment ævi minnar. Íslendingar nýbúin að rústa einhverjum bönkum og við að mæta það nú til að keppa í skák við Norðurlandaþjóðirnar hinnar. Og þá kom þjálfari danska landsliðsins til mín og sagði getið þið eitthvað teflt þarna á Íslandi? Getið þið eitthvað hugsað fram í tíma, þau eru bara að eyðileggja banka. Já, getum við teflt? Þá er kannski ekki öll þjóðin að skemma banka, sagði ég. Og sumir mér að hugsa á þeirra eða tala. Hann var svolítið kveikt við. En við skulum sjá til á morgun hvort við getum teflt. Við tókum daginn í 4-0, myndust aldrei aftur á bankahrunið. Ekki orði. Það var hálfkert. Já. Tómas segir að þetta hafi eðlilega breytt lífi hans og þeirra hlífar og þau hafi grenjað.
Var mikið áfall að lenda í þessum veikindum? Viltu segja okkur aðeins svona frá því, hvernig þetta gerist? Já, þetta var heilmikið sjokk. Sko, að fá bara þetta að vera með krabbamein, það er eitthvað svo stórt. En svo þegar ég fatt að þetta væri nú handa bara einhvers staðar á neðri hæðinni, ekki að leiða upp í hausinn á mér, þá hugsaði ég, já, kannski bara losna ég við þetta. Og það, sko, fyrsta sem ég hugsaði var að ég var skorinn. Kemst ég í golf áður ég er skorinn og ég spurði læknana, má ég spila daginn áður en ég fer í uppskurðinn, golf? Nei, sögðu þeir, nú akkur ekki, þá hvað sem er að skera þetta undan mér. Má ekki nota þetta? Já, þetta. Nei, þú getur brotnað. Já, hvað með það? Þá hvað sem er að skera þetta? Ég vil nota þetta í síðasta sinn. En ég fór eftir þeirra ráðum og notaði ekki druslufótinn minn síðasta sinn, en fekk gervifótinn í staðinn og þetta náttúrulega ruglaði allt mitt líf, sko. Atvinna var nánast horfin og ég var að fíla mig svona, svolítið annar flokks persónu. Við erum að selja húsnæði sem við höfðum til að komast í hjólastólaaðgengi og keyptum í miðleitinu á jarðhæð. Og ég rúlaði svo í hjólastól með líminni niður í Borgarbókasafni í Kringlunni og ætlaði að fá mig bókasafnsbækur og ætlaði að endurnýja skírteinið mitt. Og þá rúlaði bara á hjólastólnum og spressaði upp og fer að spjalla. Þá segir daman í afgreiðslunni, þú ert ekki að borga neitt. Ha, ekki að borga neitt? Nei, þú ert fatlaður. Fatlaður? Kjaftaði, það vantar bara á mig löpp. Nei, þú ert fatlaður. Fatlaður borga ekki bókasafnsskírteini. Vá, er ég fatlaður? Ég er ennþá að reyna að fatta þetta að ég sé fatlaður. Og ég líti ekki alveg á mig þannig. Og þess vegna vil ég gjarnan bara taka þátt í atvinnulífi og vera til. Spila með barnabörnunum mínum, spila golf með konunni og góðum vinnum og Sko, vissulega er maður takmarkaður, en þetta er svolítið erfitt. Ég held ég að við grenjað aðeins. Ég held við grenjað alveg í kóri og lífi. Og við erum búin að grenja svolítið yfir þessu tilveru og hann skildi breyta svona mikið því að það fer allt bara í uppeyjur, sko. Við hættum bæði í vinnu og hún bara í að sinna mér. Og ég fer á einhvern sjúkrasjóð hjá kennarasambandinu og ég var að hugsa, verð ég bara svona sófaklessa eitthvað og mun ég einhvern tíma taka þátt í venjulegu lífi. En svo er alltaf einhver von hinum megin að geta orðið uppréttur og geta verið til og ég er farin að vinna aftur. Mér finnst það gaman. Og krökkunum finnst voða skemmtilegt í skólanum að sjá svona skrítinn mann með gervifót. Þannig að... Þú ert bara brattur? Ég reyna að vera það, já. Ég sé enga ástæðu til að vera að grenja núna. Nei. Lífið er bara skemmtilegt. En þeir höfðu vissu, það var ný reynsla fyrir þá hérna á Spáni að væri kylfingur að koma sem þyrfti að fara í hjólastól. Hérna? Já, það var smá vesinn í flughöfninni. Þeir mátti ekki fara með hjólastólinn út fyrir bílastæður. Þannig að það var einhver gaur frá Víta að semja við á með rétt af nokkru evrur. Má ég fara með stólinn hérna aðeins út fyrir, ég kem með hann aftur. Það var algjört jók. En þetta er bara svona. En er ekkert erfitt að klára 18 hólur? Jú, það er erfitt og ég verið að spila bara þannig að bara exa það sem er mikið vesen og það er tölvöld landslag hér í mörgum hólunum og ef ég stend í erfiðum brekkum þá tek ég bara kúlun upp og segi pass. Við spyrjum Tomma hvort það séu einhverjir sérstakir golfvellir á óskalista hans sem hann langar að spila í útlöndum eða hér heima. Einhverjir draumavellir á óskalistanum þínu sem þú ætlar að spila eða langar að spila? Í framtíðinni? Sko, ég keyrði fram hjá Bubble Beach fyrir mörgum árum og tímdi ekki að kaupa minn, ég sé eftir því ekki gert það.
Það var í mínu fyrralífi. Já, mér langar að spila Vestmannaeyjar og völlin ykkar í Keflavík. Ég að pröfa hann aftur. Ég prófaði hann síðast fyrir 8 árum, eða 9 árum. Og svo langar mér að spila marga íslenska velli og hérna, en ég held ég láti þessa Evrópuvelli flest eiga sig. Ég spilaði svolítið mikið í Svíþjóð. Eftir ég misti fót, þá fórum við Hlíf þangað og heimsækja son minn og tengdadóttir. Við gátum gist hjá þeim og haft alla aðstöðu, hjólastól og allt. Og þá tók maður golfhring og fór svo bara í pásu. Hvíldi sig 2 daga og aftur í golfhring. En núna er ég að reyna í fyrsta sinn, hring eftir hring eftir hring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, þetta er 7. dagur. Já. 7 hringir í röð. 7 dagar sæla. Fátt sem jafnast á við það. 7 dagar sæla er aðeinsleg. Já. Og 2 eftir. Já, við klárum þá. Algjörlega. Þannig að þú ert hvergi hættur og reynir bara að gera það besta úr golfinu og njóta þess að vera á golfvellinum í góðum félagskap og smá keppni. Algjörlega. Ég meina, maður verður að hafa ástríðu fyrir einhverju til að vera uppréttur. Það er algjörlega málið. Og hérna, það er bara æðislegt að hafa þessa ástríðu.